Velkomin Gígja Valgerður Hafþór, velkomin aftur heim. Hvernig nú lífið í Þórkáa? Það bara rosalega fínt. Það ljúft. Já, mjög. Gott að vera komin heim bara. Gígja, þeir eru búin að standa ykkur vel í deildinni, en það ekki það sem við ætlum að ræða núna. Við ætlum að ræða næsta verkefni sem bikarleikur á móti fyrstu deildarliði Ía. Hvernig leist þetta í ykkur? Bara mjög vel. Ertu eitthvað búin að kynna þér hvernig þær eru? Nei, voða lítið. Bara hugsaði okkar lið. En ef ég var rétt þá unnu Þórkáa þær í fyrra báðleikina í deildinni. Þú spilaðir við með VAR. Hvernig voru þær þá? Þær voru bara seigar, sko. Gott, já, bara þetta í þessu lið. En það nú kannski svo sem ekki nástæð til að óttast þetta þannig. Það náttúrulega venjulega töluverður munur á fyrstu deildarliðum og úrvalsdeildarliðum, en þetta bikar. Það getur allt gerst. Já, það getur allt gerst, það satt. En þið ekkert að fara að láta einhverja óvænta hluti gerast? Hvað segirðu? Þið ekkert að fara að láta eina óvænta hluti gerast? Nei, við bara klárum þennan leik og höldum áfram næsta skref. Það stefnan. En það góð stemming í hópnum? Já, mjög svo, myndi ég segja. Hvernig, sko, nú ég var búin að spyrja Jóa, svo sem ekkert alltaf markaði sem hann segir. Hvernig finnst þér þessi nýju leikmenn smetlið hópinn eins og Klara og Sara? Bara mjög vel. Það bara að passa vel inn í liðið og hópinn og þetta alltaf smetla saman fyrst mér. Þetta leikmenn sem að gera greinlega hópinn bara sterkari? Já, algjörlega. Við erum bara með mjög flottan, stóran og sterkan hóp, þannig að þetta bara gæti allavega verið betra. Eigum við ekki að endurtaka leikinn frá honum dag og fara bara alla leið í bikarúrslit? Það væri draumurinn, sko. Það gott að sitja með, þau eru að klára verkefni á morgun. Já, við verðum að gera það. Gígja, leikunni inn í Boganum, það út af ýmsu hér út af Þórshöldi, þá farið þið inn í Boga. Við bara erum sátta við það, það líka okkar heimavöllur þannig, þannig að við bara erum ánægðir með það. Þið þekkið hvern topp þar? Já, við gerum það. Gígja, gangi ykkur vel. Takk fyrir þetta.